powerful is your name, O Lord. How powerful is your name, O Lord. How powerful is your name. How powerful is your name. How powerful is your name, O Lord.
worship you. Lord, we worship you. You are worthy, Lord. Worthy, Lord. You are so worthy, Lord. We worship you, worship you. Amen. Þá þannig Kelvin að koma og gefa okkur hittastíð og Guðsríkinu. Gjörðu svo vel, Kelvin. Það er gott að vita til þess að Kelvin er líka mælikvarði á hita og kulda. Og þið sjáu hvað hann er góður mælikvarði. Hann mætir akkurat það sér eitt. God bless you. Hallelujah. Já, þér sé Guði. We thank God once again for bringing us together. Þökkum Guði aftur að hann hefur gefið okkur tækifæri að koma saman. And I'm happy to see your faces today. Gott að sjá andlitin ykkar í dag. I know no matter what, how difficult life is, Sama hversu erfitt lífið er, we're still fighting on. að þá höldum við áfram að berjast. The sky is not the limit. Það er engin takmörk It's not over until it's over. fyrir en öllu líkur. I want you to stand again. Við langar að við stöndum upp And if you can just talk to the person next to you and then, bara að tala við þann sem er við and hliðin á then þér wish them some encouraging words. Yeah. og bara uppörvað þann sem er við hliðin á þér. Já. Amen. Amen. Halleluja. Hallelujah. Takk Jesús. Thank you, Jesus. Please have a seat. Thank you very much. How are you, Pastor? Já, ég þakka. Takk fyrir sig. Nei, við nættum stopp. This is dangerous. Yes, it is. Thank you very much. And Takk ykkur fyrir. as usual, I don't have the best voice, but I would like to sing one song to glorify the name of the Við Lord. langar að syngja eitt lag og til að upphefja nafn Drottins. It goes like this. I found a new life. I found a new life. If anyone asks you, what the matter with you, my friend? Tell them you are saved, sanctified, Holy Ghost filled, water baptized, Jesus on your mind. I found a new life. Oh, praise the Lord. I found a new life. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Thank you. I was very happy to see one of our friends. Já, gaman að sjá vinn okkar hér í dag. He's found a new life. Hann hefur fundið nýtt líf. God bless you. Guð blessi þig. Amen. And I want to tell you a story. Mér langar að segja ykkur sögu. There was a 4-year-old boy Það var 4 ára drengur who spilled cola on the rug sem að hann helti kóla á klett. and he wanted to clean it by himself. Á teppi, já. Og hann vildi hreinsa það upp. And his mother told him to bring a mop
Og mamma sagði honum að ná í svona moppu which was outside at the back of the door. sem var hinum við dyrnar. So he ran Og hann hljóp to get them up, að ná í moppuna. but he realized that it was dark outside. En hann allt í einu gerði sig grein fyrir að það var dimmt úti. So he ran quickly to the mother Svo hann hljóp til mömmu aftur to tell her what the problem was. og sagði henni að það væri vandamál. And assuring him, Og hún fullvissaði hann, the mother told him that sagði honum, Jesus is everywhere, hún sagði að þetta alls staðar. even in the dark places. Já, hún sagði, já, Jésús alls staðar, en ég mist af því. Hann alls staðar, jafnvel á dimmu stöðunum, Even in the dark places. jafnvel á hinnum dimmu stöðum. So this put a smile on the boy's face. Svo að þetta setti bros á andlit drengsins. So he went out, Svo hann fór út, he opened the door, opnaði dyrnar and then he poked his head a little bit out, og já, leit út and then he called out, og kallaði, Jesus, Jésús, if you are out there, ef þú ert þarna úti, could you pass me them up? getur rétt mér moppuna. Já, So Jesus is everywhere. Jésús hann alls staðar. Hallelujah. Halleluja. Last 2 weeks ago, Og fyrir 2 vikum I preached about whether God is still doing miracles in the church. að þá predikaði ég að Guð, hann ennþá að gera kraftaverk. So when I went to work, Svo þegar ég fór í vinnuna I was surprised that one of my colleagues at work was listening. og þá var ég svolítið hissa að einn af vinnufélagum mínum hafði hlustað. So he came to me, Svo hann kom til mín, he said, Kelvin, hann sagði, Kelvin, I listened to your preaching ég var að hlusta á predikunina þína and I listened to it together with my fiancée. og ég lefiði kæristun mín að hlusta líka. And I was so surprised, Og ég var, so surprised. And because we don't talk about these things at work. við tölum ekki þetta í vinnunni. And he told me that Og hann sagði mér the fiancée is not feeling well. að kærastun, henni leið ekki vel, She has a problem with the eye. að vandamál með augun, But when they listened, en þegar þau hlustuðu they had hope að þá kom von that Jesus was going to do miracle in her life. að Jésús ætlaði að gera kraftaverk í hennar lífi. So that afternoon, Svo að þennan eftirmiddag, after work, eftir vinnu, he asked me to pray for this lady. þá bað hann mig að biðja fyrir þessari konu So we went to the corner of the office og við fórum inn á skrifstofu hennar and I prayed with him. og ég bað með honum. And the next day at work, Að næsta dag í vinnunni, he came to me þá kom hann til mín. and he said, Kelvin, you will not believe this. Kelvin, þú trúir þessu ekki. When you prayed for her, Þegar þú baðst fyrir henni, we see immense improvement in her eyesight. að þá lagaðist augað. I was so surprised Ég var svo hissa. that God is still doing miracles Guð today. ennþá að gera kraftaverk. God is here. Guð hér. As when I preach, Og þegar ég predika, I never believed that it got that far. og þá bjóst ég aldrei við að þetta færi þangað, But now we can say that en við getum sagt there's God here. að Guð hér. God is still doing miracles in the Guð church. að gera kraftaverk enn þann dag If í we dag. believe He's still doing miracles. Hann að gera kraftaverk. And it doesn't matter how the sickness is, Og það skiptir ekki máli hver sjúkleikin He is able. hann máttugur. Our God is able. Guð máttugur. Our God is able. Guð máttugur. Now I'll come back to my preaching. Og nú ætlum ég að koma aftur að ræðunni minni. Imagine Hugsaðu þér, a weapon. uh, A weapon. on one point. Weapon. Vopn, já, I'm sorry. That's okay. Hugsaðu þér vopn, I know it's a church, so weapon, talking about weapon in churches. ok? Imagine a weapon so powerful Sem svo öflugt that it turns the atomic bomb að það, já, eins og kjarnorkusprengja looks like a toy. og en samt lítur það út eins og leikfang. This weapon I'm talking about Og þetta vopn sem ég að tala can bring pain into the life of every human being. og það kemur með sársauka inn í líf allra manna. This weapon I'm also talking Og about þetta vopn sem ég einnig að tala could bring scar in the lifetime of every human being. að það getur
já, skapað sársauka fyrir allt lífið. This weapon is available to the poor Og þetta vopn stendur hinum fátæku til boða as well as to the rich. sem og hinum ríku. In fact, this weapon, everyone has access to it. Það hafa allir aðgang að þessu. Now, what am I talking Og about? hvað ég að tala um? I know your mind is so Ég far, veit að hugur ykkar but I'm talking about our tongue. en ég að tala um tungun okkar. I'm talking about our tongue. Ég að tala um tungun okkar. So today, Í dag one Christian theologist, að það kristinn guðfræðingur he said when you examine the tongue of a patient, að þegar þú rannsakar tungu hins kristna physicians can find the sickness that is worrying the whole body. að hún getur haft áhrif á eða skapað sjúkleika sem hefur áhrif á allan líkama. Now let's go to James chapter 3, Við skulum fara í Jakobsbrefi kapla 3, verses 1 to 12. 1-12. Jakobsbrefið kapli 3. So I start with verse 1. He says, my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. Verið margir kennara bræður mínir þér vitið að við munum fá þyngri dóm. For in many things we offend all, Allir hrösum við margvíslega, and if any man offend not in a word, hrasi einhver ekki í orði, the same is a perfect man, þá hann maður fullkominn. able to bridle the whole body. Færum að hafa stjórn á öllum líkama So sínum. James chapter 3 verses 1 tells us about the powerful ability of the human, of speech. Að þessi vers segja okkur hversu máttu orð geta verið. Words has such great power. Þau geta haft þvílík áhrif. Words has such great power. Orð geta haft þvílíkan mátt. And as leaders of the church, Og sem leiðtogar í kirkju, we are an example to the church. að þá eigum við að vera fyrirmynd fyrir kirkjuna. So anything we say Svo allt sem við segjum, has to be said properly. að það þarf að segja það á réttan hátt. And as politicians, members of parliament, Og stjórnmálamenn á Alþingi, people are looking to them fólk lítur til þeirra to come out with positive news and good. að þeir komi með góð orð, But what do you see these days? en hvað sjáum við í dag? What comes out from the mouth of some leaders? Hvað kemur frá vörum margra leiðtoga? The Bible says those who speak to others will be held accountable by God. Biblían segir að þeir sem tali til annara að þeir þurfi að gefa Guði reikningsskil. Why such warning? Af hverju þvílík viðvörun? How can a language be so powerful to warrant this warning? Hvernig geta orð verið svona máttu að þau þurfi þessa viðvörun? Let's talk about Nebuchadnezzar. Við skulum líta á Nebúkadnesar. He boasted about how strong and powerful he was. Hann hreykti sér upp að því hversu mikill og voldugur hann væri. But what happened to him? En hvað kom fyrir hann? He turned like an animal for 7 years. Hann varð eins og bara skepna í 7 ár. There's one leader called Alexander the Great. Og það var annar sem hét Alexander Mikli. He also spoke bold words. Hann talaði einnig, með djörfung. He almost conquered the whole world. Og hann jafnvel lagði næstum því undir sig allan heiminn. But he died as a young man. En hann dó sem ungur maður. Look at Hitler. Sjáðu Hitler. What did he say? Hvað sagði hann? His speeches Hvað sagði hann í ræðum sínum? made people commit crimes. Og hann let fólk fremja glæpi. But what happened to him at the end? He En hvað died. hvað kom fyrir hann að lokum? On the other hand, Aftur á móti, let's look at Winston Churchill. Churchill, lítum á hann, He inspired the United Kingdom when they were in hard times. Í Bretlandi þegar þeir voru á erfiðum tímum, To fight into victory. að hann leiddi þjóðina til að berjast til sigurs. Do our words cause healing Gefa orð okkar lækningu or division? eða sundrungu. Do they promote gossip Baktal or full of grace? eða náðartal. Are words positive Eru orðin okkar jákvæð or negative? eða neikvæð? What do you say to your children?
Hvað segirðu við börnin? What do you say to yourself? Hvað segirðu við sjálfan þig? What do you say to others? Hvað segirðu við aðra? Do you say bad things about people? Segirðu slæma hluti fólk? Or you say good things about people? Eða segirðu góða hluti fólk? Do you curse people? Do you? Curse. Já, bölvaru fólki Or you bless people? eða blessaru fólki. James wants us to understand the power of the tongue. Þetta sem sagt, hversu tungan máttug. And he gives us 3 illustrations. Og hann gefur okkur hérna 3 Let's go to skýringar. verses 3 to 4. Vers 3 og 4. He says, behold, Hann segir, ef we put bits in the horse's mouth við leggjum hestunum beisli í munn that may obey us, til þess að þeir hlýði oss, and we turn about their whole body. þá getum við stýrt öllum líkamann þeirra. Behold also Sjá einnig skipin, the ship, which though they be so great, svo stór sem þau eru, are driven by fierce wind. og rekin af hörðum vindum. Yet they turn about with very small helm, Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, whichsoever the governor listeth. hvers sem stýrimaðurinn vill. So it tells us that although the ship is that strong, Þannig að þetta segir okkur að jafnvel þó að skipið sé svo stór the ship is so large, og já, mikið is driven by strong winds, og það keyrt áfram, it is steered by a small rudder. að þá því samt stýrt með mjög litlu stýri. One of the biggest ships in the world Eitt af stærstu skipum heimsins, is called the USS Gerald Ford. US Gerald Ford, She weighs about 100,000 tons, og vegur 100.000 tonn, and there are 4,339 people living in the ship. og það eru 4.300 og eitthvað 39 manns á skipinu, But it is steered by one person. en því bara stýrt af einum manni, It's the same way like our tongue. alveg eins og tungan okkar. It's a small part of the body, Það bara lítill hluti af líkamanum, but it makes great boast. en getur gert mikinn skulda. It's a small percentage of the body, Og lítill hluti af líkamanum, but it has total weight. en hefur mikið vægi. It has the power of a proportionate size. Það hefur vald, Proportionate size, Yeah. big size, yeah. já, já. Proportionate, Yeah. like a huge Já, size. það hefur mikið vald í hlutfalli við stærðina. The tongue is little, Tungan lítil, but very lethal, very dangerous. en mjög hættuleg. Now consider what a great forest Og hugsið ykkur bara stór skógur, is set up by a small fire. að það kviknar í honum með mjög litlum eldi. I remember in Chicago, Ég vann í Chicago, there was a big fire það var mikill eldur, which was caused by just a cow og sem hafði orðið bara, það var belja eða kú sem orsakaðan, knocking down just a small lamp. sem að veltum koll litlu Lampa. lampa. Litlu lampaljósi, já. And it caused huge death. Og það orsakaði bara mikinn skada. 300 people lost their lives. 300 manns mistu lífsitt. Just a small lamp. Bara lítill lampi. James says the tongue is fire. Tungan eldur, segir Jakob. I remember a tragedy in my country. Og ég man eftir sorglegum hlutum í okkar landi. A lady, there was a blackout. Það var kona sem að datt út. There was no light. Það var ekkert ljós. So this lady left her 4 children Hún fór frá 4 börnum sínum and just went out to meet the fiancé somewhere. og fór út að hitta kærastinn sinn einhver staðar. And because of the light out, there was a candle that she had lit. Já, að því að rafmagnið var af, að þá hafði hún skilið eftir kerti. And this candle caused the whole problem, burning the whole building down. Og þetta litla kerti, það olli því að öll byggingin brann. And all the 4 kids lost their lives. Og öll 4 börnin hennar mistu lífið. The tongue is delicate, but it's dangerous. Tungan, hún líka hættuleg. Let's go to verses 7 to 8. Förum í vers 7 og 8. It says, for every kind of beast and of birds and of serpents
allar tegundir dýra og fugla, and of things in the sea skriðkvíkinda og sjáaldýr, is tamed and had been tamed of má mankind. temja og hafa mennindin tamin. But the tongue can no man tame. En tunguna getur engin maður tamin. It's unruly evil Þessa óhemju and full of deadly poison. sem full af banvænu eitri. So he's telling us all kinds of birds, reptiles, can be tamed by the tongue. En það hægt að temja alls konar skriðkvíkindi og skepnur. You sometimes watch television of human beings taming a huge lion. Þú horfir stundum í sjónvarpinu á einhverja mannveru sem hefur tamið ljón. Yet there's one thing human beings cannot control. En það samt eitthvað sem að mannveran getur ekki stjórnað. That is our own tongue. Það okkar eigin tunga. It's so difficult for us to say we are sorry. Það svo erfitt fyrir okkur að segja fyrirgefning. Now, saying these two words can only break down walls and bridges. Og þessi tvö orð geta bara brotið niður veggi og brýr. But we feel so proud to just apologize. Við erum svo stolt til að biðja afsökunar eða Just saying please and thank you, og að segja bara gjörðu svo vel og þakka þér fyrir. letting people feel that they are just appreciated. Að leyfa fólki að finna það sé metið. It's nice to say I love you, Og það fallegt að segja ég elska þig. a statement that carries tremendous power. Að það fullyrðing sem að felur í sér bara mikið kraft. When your fellow partner is down, Þegar makiðin eða félagi niðurþryktur, it's nice to say I'm praying for you. þá gott að segja ég bið fyrir þér. It's good to say positive words Það gott to að ourselves. tala jákvætt inn í líf fólks. When my friend told me Þegar vinn minn sagði mér, that Kelvin, I know I'm going to die, Kjelvin, ég veit að ég mun deyja, he thought he was just saying it. þá hélt hann væri bara að segja það. He was saying this because he was sick, Þú segir þetta að þú ert veikur and he was thinking that this sickness was going to kill him. og hann hélt að þessi sjúkdómi myndi bara ganga frá honum. I remember I was telling him a lot of times not to be saying that. Og ég sagði honum ofta að hann ætti ekki að segja þetta. But he was telling me, oh, I believe this sickness will kill me. En hann sagði ég trúi að þessi sjúkdómi myndi drepa mig. And he truly died of that sickness. Og hann dó úr þessum sjúkdómi. There's diabetes in my mother's family. Það var sykursýki í fjölskyldu móður minnar. Her two brothers died of diabetes. Tveir bræður hennar dóu Her mother died sykursýki. of diabetes. Móður hennar dóu sykursýki. Her sister died of diabetes Systir hennar dóu sykursýki. because they wanted to have it and because they were saying it always to themselves that we have this in our family. Þau játuðu stöðugt að þau væru með þetta í sinni fjölskyldu. But she said, no, I'm not going to have this sickness. Hún sagði, nei, ég ætla ekki að fá þennan And sjúkdóm. truly, she's living. En Truly, she's still alive and living and og strong. hún lifir enn í dag. You have to say good things to yourself. Þú þarft að segja góða hluti við sjálfan. You have to bless your children. Þú ætti að blessa börnin þín. You have to bless your children. Blessa börnin þín. Bless your husbands. Blessa eiginmannin. Bless your wives. Blessa kona þín. Bless your friends. Blessa vini þín. Don't curse people. Og bera umhyggju fyrir fólki. Use your tongue to say good things. Notaðu tungu þína til að segja góða I hluti. remember my wife's mother's friend. Ég man að vinur móður minnar, vinur konu, My wife's mother's friend. vinur tengdamömmu. I remember he always used to say, oh, this heart attack I'm going to get a heart attack. Já, hann var vanur að segja, ég ætti að fá hjarta áfall. Why? Because it is in the family. Af hverju? Af því að það var í fjölskyldu. His dad and his families were getting heart attack. Pabbi og öll fjölskyldan, allir fengu hjarta áfall. So he believed he was going to get it. Svo hann trúði að hann myndi fá það líka. And truly he got it. Og hann fekk það. What you call to yourself Það sem þú kallar til þín will materialize. og yfir þig mun raungerast. Be saying good things to yourself. Það sama Be saying good things to ef við yourself. segjum góða hluti okkur sjálf, Stop being so negative. hættu að vera neikvæður. God, by his Holy Spirit, Guð fyrir sinn heilaga anda, would always use a person to speak into your life. hann vill alltaf nota fólk til að tala inn í líf þitt In his word, og í verki sínu, by his sermon,
preaching, Já, í gegnum predikun, even singing, jafnvel söng, all speaks to us. að það talar allt til okkar. All speaks to us. Allt talar til okkar. So we should always try to be positive. Við ættum alltaf að reyna að vera jákvæð. Whatever comes from our mouth Hvað sem kemur upp í shouldn't rather bring people down, munn minn, should rather encourage and uplift people. í stað þess að þrykkja fólki niður, ættum við frekar að lyfta upp og uppbera fólk. Our words can corrupt and destroy us. Orð okkar geta spillt og eitt. There's power in this tongue. Það er kraftur í tungu okkar. It's a power of life or death. Kraftur lífs eða dauða. Words that come from heart, Orð sem koma frá hjartanu, of anger, reiði, sometimes we get so angry stundum verðum við svo reið and we say certain things that we shouldn't say. og við segjum hluti sem við ættum ekki að segja. We are so angry Við erum svo reið that sometimes things that come out of our mouth að það sem kemur út af munn okkar, can bring people down. að það getur þryggt fólki niður. Let's try as much as possible to control our anger. Reynum að hafa tök á reiði okkar. Anger will come, Reiði kemur, but we should be able to tame our tongue. en við ættum að vera fær að hafa taum á tungu okkar. Do not be the cause Ekki vera orsökin of a person to reject Jesus Christ. að einhver hafni Jesú Kristi. Do not be the cause Vert ekki orsökin fyrir því of someone to turn to the faith. að einhver snúi sér frá trúnni. Because as you go about your ways, Sem þú ferð í lífinu, people are still looking at you. þá lítur fólk til þín. As I go through my work duties, Og sem að ég að vinna í vinnunni, people are looking at me. að þá lítur fólk á mig. The same as you. Alveg eins og þig. Let's all be an example Verum öll dæmi of Jesus Christ. Jesúm, verum öll, speglum öll Jesúm Krist. We are trying to be like him. Við viljum vera eins og hann. We are followers of Jesus Christ. Við erum fylgjendur Jesú. So if you want to follow the path of Jesus Christ, Ef þú vilt fylgja Jesú Kristi, things that come out from our mouth það sem kemur að munni þínum should be positive, ætti að vera jákvæð, should be uplifting, vera til að lyfta upp, should bring happiness to people. á að gefa fólki gleði. Your words should be able to heal. Orð okkar ætti að vera læknandi, I preached about healing 2 weeks ago, Ég predikaði lækningu fyrir 2 vikum and my words have been able to heal. og orð mín voru, það var lækning í þeim, The same as you. alveg eins og þín. What comes out of your word? Það sem kemur út af munni þín. When you are angry, Þegar þú ert reiður, when you are sad, þegar þú ert hryggur, when you are down, þegar þú ert niðri, what do you say to yourself? hvað segirðu við sjálfa þig? What comes out of your mouth? Hvað kemur út af munni þín? Do you say negative things? Segirðu neikvæða hluti? Do you say things that bring you down? Segirðu hluti sem talaru þig niður? Do you say things that make people angry? Talaru hluti sem vekja reiði? Watch your tongue. Gættu tungu þinnar. Because whatever you say Hvað sem hún segir, will be used against you. það mun vera nota gegn þér. If you hit a ball to the wall, Ef þú kastar bolta í vegginn, it will bounce back to you. þá kemur hann aftur til þín. So let's say positive things. Svo tölum jákvæða hluti, Let's say blessings. tölum blessanir, Let's say things uplifting, tölum hluti sem lyfta upp, that when it goes, it will come back to us. að þegar það fer, að þá kemur það aftur til okkar. Hallelujah. Halleluja. Now, negative words, Neikvæð orð, they limit our destiny. þau takmarka framtíð okkar. Look at Job. Horfðu á Job, He was a great man. hann var mikill maður. The Bible says there was no one on this earth like him. Biblían segir að það var enginn eins og hann á jörðu. But in Job chapter 3, verses 25, En í Job 3:25, Job feared came upon him að þá kom ótti yfir hann because of what he spoke about. vegna þess sem að hann talaði. If you call for sickness, Hann, Job 3:25. Job 3:25, því að óttaðist ég eitthvað þá hitti það mig. Hallelujah. So if you call for sickness, Ef þú kallar á sjúkdóma, it will come to you. þá koma þeir til þín. If you say this sickness is going to kill me,
Og ef þú segir þessi sjúkdómur mun drepa mig, it's going to kill you. að þá mun það drepa þig. But if you believe En ef þú trúir that you are going to come out of this sickness, að þú komir út af þessum you will sjúkdómum, surely come out of að it. þá muntu vissulega koma út af honum. Hallelujah. Amen. In Genesis chapter 3, chapter 1, verses 3, Í fyrstu Mósebók 1:3, now what did God do? hvað gerði Guð? He spoke creation into existence. Hann talaði sköpunina inn hann talaði sköpunina, skapaði He með orði said, sínu. let there be light. Hann sagði, verði ljós, And there was light. og það varð ljós. He spoke. Hann talaði, He believed hann trúði that there will be light. að það myndi verða ljós, And there was light. og það var ljós. So if you say to yourself, Svo að þú segir við sjálfa þig, let there be light in myself, verði ljós í mér, then your light is going to shine. að þá mun ljós þitt skína. Hallelujah. Halleluja. What did the serpent do to Eve? Hvað gerði höggormurinn Evu? He spoke to Eve Hann talaði til Evu and cast doubt about the word of God. og hann sáði efasemdum viðvíkjandi orði Guðs. And they sinned, Og við sjáum, and they had to lie, sett again, hann, and they sinned against God, já, og það er synd gegn Guði, þessi synd, and they had to lie, og þau þurftu að ljúga, and that resulted in the first death. og það orsakaði dauða þeirra. Our tongue can bless, Tungan okkar getur blessað, our tongue can curse. eða hún getur bölvað. Be careful of what you say to yourself, Vertu varkár hvað þú segir, because your words can create reality, vegna þess að orðin þín þau skapa ákveðin raunveruleika. either positive or negative. Annarkvort jákvætt eða neikvætt. I have said a lot of negative things about myself, Ég hef sagt mikið neikvætt sjálfan mig, and it has materialized. og það hefur komið fram. I have said a lot of positive things about myself, Ég hef sagt jákvæða hluti mig, and it has come true. og það hefur komið í gegn. Isaac blessed Jacob, Ísak blessaði Jakob, and it shaped his destiny. og það hafði áhrif á framtíðans. Through him, we had the 12 tribes of Israel. Það komu 12 ættkvíslir Ísraels í gegnum Jakob. Hallelujah. Amen. The tongue reveals the state of your heart. Tungan, hún ákveður ástand hjartaðins. Let's go to Matthew chapter 12, verses 34. Við skulum fara í Matteus 12, Verse 34. 34. Matteus 12, 34. Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eruð vondir talað gott? Af gnægð hjartans mælir munnurinn. Hallelujah. He says, "O generation of vipers, how can ye being evil speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh." Hallelujah. Já. So what fills your heart Svo það sem fyllir hjartað þitt, will eventually come out as words. að það kemur út af munni þínu. Today I'm asking you, Og í dag ég að biðja þig, what do you have in your heart? spyrja þig, hvað ertu með í hjartað þínu? Do you still have that pain in your heart? Hefurðu þennan sársauka í hjartað þínu? Do you still have that hardness in your heart? Hefurðu þessa hörku í hjartað þínu? Do you still have that suffering in your heart? Hefurðu þennan, Suffering. þessa þjáningu? If you still have it, Ef það enn, please take it out. losaðu þig við það, ef það enn. Because you are going to spew sadness. Vegna þess að þú mun tala það út. You are going to spew negativity. Það mun koma út af þínu munni. You are going to spew failure. You are going to Failure. You are going to bring out failure or fail. failure, já. Yeah. Þú mundi, færa fólki bara mistök. So think positive. Svo hugsaðu jákvætt. Let your heart be filled with joy. Láttu hjartaðið fyllast af gleði. Let your heart be filled with peace. Láttu hjartaðið fyllast af friði. Trials may come. Amen. Temptations may come. Tribulations may come. Erfiðleikar koma, freistingar koma. But don't be consumed by And- the fire. Don't Don't be consumed. Don't let it burn you. ekki láta það beygja þig. Because God is still with you.
Vegna þess að Guð með þér. God is with you. Guð með þér. He says, do not be afraid. Ekki óttast. He says, do not fear. Ekki óttast. Don't be harboring the pain in your heart. Ekki halda í þennan sársauka í hjartaðinu. Be happy. Vertu glaður. Be happy. Vertu glaður. Be happy. Vertu glaður. Be happy. Vertu glaður. Hallelujah. Halleluja. Now let's go to the book of Acts chapter 2 verses 14. Förum í postulasöguna kapla 2 og vers 1. Acts 2:14. 14. Postulasagan 2:14. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye dwell of Jerusalem, be known unto you, and hearken to my voice. So this was Peter, Þetta var Pétur who denied Jesus Christ sem hafði afneitað Jesú Kristi with his words, með orðum sínum. but then later En seinna in this chapter, í þessum kapla he preaches salvation of Pentecost. þá predikar hann hjálpræðið á hvítasunnudag. So I'm here to tell you, Svo ég hér til að segja þér, no matter how down you are, sama hversu niður þryktur þú or no matter how you have let somebody down, sama hversu þú hefur, haft slæma áhrif á okkur annan, I'm here to tell you that it's not too late. þá ég hér til að segja þér að það ekki of seint. You still have a chance. Þú átt ennþá tækifæri. In the house of God, Í húsi Guðs, we always have a chance. þá höfum við alltaf tækifæri. In the house of God, Í húsi Guðs, we always have the will to do the right thing. þá höfum við alltaf tækifæri til að gera það rétta. Before you say anything, Áður þú segir nokkuð, somebody says you should think before saying it. þá segir einhver að þú átt að hugsa áður en þú talar. Think, T, Hugsaðu, T for think, T, tíf, T, já, T means is it true? það satt? How, H, Há, hvernig? is it helpful? Það, hjálpar það? I, Í, is it inspiring? það innblástur? N, En, is it necessary? það nauðsynlegt? And then K, Og K, what you are saying, is it kind? það sem þú segir það vingjarnlegt. So anything you say to somebody, Svo að hvað sem þú segir við einhver, think about these 5 things, hugsaðu þessar 5 hluti, whether it is true, hvort það satt, whether it's helpful, það whether it's hjálplegt, inspiring, það uppörvandi, whether it's necessary, það nauðsynlegt, or whether it's kind. það vingjarnlegt. If what you say do not pass this test, Og það það ekki að, orðinni þurfa að standast þetta próf. so it's better to keep quiet. Annars áttu bara að hafa hljóttum mig. Hallelujah. Halleluja. Now, let's talk about 3 things that James talked about. Tölum 3 hluti sem að Jakob talaði He talked about the bit, that is the small thing that we put in the mouth of the horse. Hann talaði þetta beisli sem við setjum í munn hestsins And this can help the horse to move at any direction, og þetta hjálpar með að færa hestin í hvaða átt sem or can cause it to stop. eða stoppan. He talked about the rudder. Hann talaði stýrið, It's a small piece in the ship hennar litla hluta á skipinu that allows it to turn or go wherever it wants to go. sem að leyfi skipun að fara í hvaða átt sem að þú vilt hafa. And then he talks about the spark Svo talar hann neistan that can ignite. sem getur kveikt So these 3 things svo stórt bál. we have to remember Svo þessar hluti þurfum við að muna when to control our tongue. þegar við viljum stjórna tungu okkar. The book of Psalms, Sálmarnir it says, blessed is the man who sits not in the counsel of the ungodly. segja svo sæll sá eigi situr í hópi ókulegra. I remember back home, Ég man heima, I visited my country recently, ég heimsótti landi mitt núna and, nýlega and then I went to meet a friend that I haven't seen for a long og time. ég fór að heimsótt til vinar sem ég hef ekki séð lengi So I visited him, og ég heimsótti hann and then we went to sit somewhere because he wanted to take some key from somebody. og við fórum eitthvað
vegna þess að hann þurfti að ná í lykil frá einhverjum. To my unknowing, Að mér óafvitandi, these were a group of people that the police was looking for. þarna var fólk sem lögreglan var að leita að I was very lucky og ég var mjög heppinn that I had to leave on time. að ég fór á réttum tíma, Other than that, I'll be in trouble. annars hefði ég geta lent í vandræðum. So you have to be careful about the kind of people you sit around with. Svo þú þarft að vera varkár hvaða fólk þú umgengst. Be in the midst of godly people. Verum mitt á meðal hinna guðlegu, Guðs fólks. It will help you to Höldum stay okkur out. í hópi Guðs fólks. It will help you to stay out of trouble. Það hjálpar þér að lenda ekki í vandræðum. Hallelujah. Halleluja. Now, let's go to the next one. Förum í næsta. We should know that God is closer to us than ever. Við skulum vita að Guð nær okkur en nokkru sinni fyrr. He knows our problems. Hann þekkir vandamál okkar. He knows every quiet moment. Hann þekkir allar okkar He stundir. knows every fear. Hann þekkir alla ótta okkar. He knows when we are walking alone. Hann veit þegar við erum ein. So do not worry. Ekki af áhyggjur. Do not say negative things to yourself Ekki tala þig niður. because you are safe. Vegna þess að þú ert frelsaður. God is there to take care of Þú ert you. í skjóli, þú ert öruggur. Guð þar til að hugsa þig. He's not going to leave you. Hann þarf ekki að yfirgefa þig. You are not going to be alone. Þú munt ekki verða einn. So whatever that comes for your mouth, Svo að hvað sem kemur út af munninni, even in that darkness, jafnvel á myrkum stundum, speak light. talaðu líf. Your tongue has been made to praise God. Tunga þín var gerð til þess að lofa Guð. It is designed to pray. Hún hönnuð til þess að lofa. It is designed to encourage. Hún hönnuð til þess að uppörfa. So stop saying negative things to Og yourself. hættu að segja neikvæða hluti við sjálfan þig. Stop saying I can't. Hættu að segja ég get þetta ekki. Yes, you can. Jú, þú getur. Don't say I can't. Ekki segja ég get ekki. You can. Þú getur. Because through him we can do all things. Vegna þess að gegnum hann, allt megnaði fyrir hjálp hans. I repeat again, through him you can do all things. Allt megnaði fyrir hjálp hans. Our words are like seeds. Orðin okkar eins og sáðkorn. When we plant positive things, Þegar við plöntum eða sáum jákvæðum hlutum, we grow positive things. að þá koma upp jákvæði hlutum. But when we plant negative Þegar seeds, við sáum neikvæðu sæði, then we come out with þá negative things. uppskerum við neikvæða hluti. Bless your children. Blessaðu börninni. Plant positive things in their hearts. Sáðu jákvæðu sáðkorni í hjartaði. Plant positive things in the hearts of your friends. Sáðu jákvæðum hlutum í hjörtu vinnaðinn. Sometimes people come to church and you don't know what they are going through. Stundum kemur fólk í kirkju og við vitum ekki hvað það að ganga í gegnum. Some people are going through difficult times. Sumir að fara í gegnum erfiða hluti. Let's try as much as possible to offer words of encouragement to one another Reynum að uppörva hvert annað. because we are one community. Vegna þess að við erum ein heild. We are one church. Við erum ein kirkja. We have to love each other. Við verðum að elska hvert We annað. have to say good things to each Við verðum other. að segja góða hluti hvert við annað. Simple things like it is well, God is with you. Bara einfalda hluti eins og segja það allt í lagi, Guð með þér. God, we are praying for you. Við erum að biðja fyrir þér. It is well. Það allt í lagi. God will do it. Guð mun framkvæma. These things encourage one another. Uppörvum hver annan. These things uplift one another. Þetta lyftum upp hvert öðru. Sometimes at work, the kind of things are said to even some passengers, Stundum það sem ég segi við í vinnunni, jafnvel einhverja farþega. they tell me, oh, you have made my day. Ó, you made my day. And then it's so nice to hear that. Þú laga daginn minn. Because Það svo people, yndislegt að heyra það. because people traveling back and forth, Fólk að ferðast fram og aftur. some are going for funerals, Og some have lost, sumir að fara á jarðarför hafa mist and you ástvini might sína. never know what people are going Þú through. veist aldrei hvað fólk að fara í gegnum. So the little words of encouragement Svo lítil uppörfunar orð that you say to somebody sem við segjum við einhver, would make his or her day. það getur virkilega breytt deginum hjá þér. If you say to yourself, you are not smart, Ef þú segir kannski við sjálfa þig að þú ert ekki mjög skarpur, oh, I hear that a lot. People say, oh, I'm not smart, I'm useless. fólk segir ég er ekki svo greindur, ég er bara
ónothæfur, then you will be useless. að þá verður ónothæfur. But if you say to yourself En ef þú segir við sjálfan þig, that I am intelligent, ég skarpur you will be intelligent. og greindur, að þá myndu That's why we verða það. sing this song, give thanks with the Holy One, because it's risen, Já, Christ is with us. Hallelujah. syngjum hennar söng að gefum honum þakkir vegna þess að hann upprisinn. It says, let the weak say they are strong. Látum hina veiku segja að þeir séu sterkir. Let the poor say they are rich Látum hina fátæku segja að þeir séu ríkir. because of what the Lord has done. Vegna þess sem drottin hefur gert. Never ever belittle yourself, Aldrei gera lítið úr sjálfum þér or never ever say anything sinful or negative to yourself. og segðu aldrei eitthvað neikvætt við sjálfan þig. Because what you plant, Vegna þess að það sem þú sáir, you are going to reap. það myndu skera upp. Hallelujah. Halleluja. Let's stop gossiping. Og hættum að baktala, Let's stop the lies. tölum líf, Let's stop the criticisms. stoppum gaggrínina, Let's stop the insults. hættum að móðga Let's stop the harsh words you speak to people. og svona höstu orð við fólk, stöppum And það, let's rather say good things to one another. segjum frekar gott hvert við annað. Because that is what God wants us to do. Það það sem Guð vill að við gerum. I want to encourage you today Og ég vil uppörfa þig í dag that your tongue að tungan þín, can always say positive things. hún getur alltaf talað jákvætt. So use it to your advantage. Svo notaðu hana þér til góðs. Bless your life, Blessaðu lífið þitt, bless your friends, blessaðu vinið þitt. even bless your enemies. Þú getur blessað óvinnið þína. Don't look down on yourself. Ekki líta niður á sjálfa þig. Say positive things. Segðu jákvæða hluti. Say, I am alive. Segðu ég lifandi. Say, I'm healed. Ég læknaður. Say, God is with me. Guð með mér. Say, I will not fear. Ég mun ekki óttast. Say, I am strong. Ég sterkur. And every sickness that is in you Og hver sjúkdómur í þér will run away. mun flýja. Because the spirit of fear Vegna þess að andi ótta, doesn't want to hear these things. hann vill ekki heyra þessar hluti. God bless you today Guð blessi þig í dag for you coming to church. og fyrir að koma í kirkju I believe your lives will never be the same. og ég trú að líf þitt muni aldrei verða eins. I believe that God has greater things for you. Ég trú að Guð hafi meiri hluti fyrir þig And always remember og mundu alltaf that you are never alone. að þú ert aldrei einn. We have a Father Við eigum fadir who is always with us. sem alltaf með okkur. We have a God Við eigum Guð that is always by our side. sem alltaf okkur við He's hlið. watching us every day. Hann fylgist með okkur á hverjum degi He says, do not fear. og hann segir, óttast ekki, We are conquerors. við erum sigurvegarar. Always say this in your life, Hafðu þetta alltaf með í lífið þínu, that you are a conqueror, að þú ert sigurvegarar. that you are a victor. Þú ert sigurstránglegur. No weapon fashioned against you Það sama hvað einhver segir gegn þér. will prosper. Já, engin vopn sem smíðu verða á móti þér munu sigurvænleg verða. And now to anybody who is sick in this church, Og hver sem sjúkur í þessari kirkju, to our brother Joe back at home, hann Jó, I believe ég trúi our God is a miracle working God. að Guð kraftaverka Guð. We will live. Við förum And proclaim the word of God. og lýsum yfir orði. We will be a miracle testimony. Við verðum kraftaverka vitnisburð. God bless you once again. Guð bless ykkur aftur And may your life continue to shine. og megi lífið þitt halda áfram að skína. May you be an example to others in the world. Megir þú vera eins og ljós fyrir aðra í þessum heim. And when you step out, Og þegar þú gengur út, may your light and may your face shine, megi líf þitt og ljós þitt skína. so that our Father will be glorified in heaven. Svo að Faðirinn megi vera vegsamaður í himnum. God bless you. Guð blessi þig. Thank you very much. Þakka þér fyrir. Þá við segjum aðra við þessu, ekki? Já,
sammála. Hér á meðan okkar hann Jan, eða Janni Kondiðu. Við ætlum að senda hann út, við ætlum að senda hann í burtu. Þessi ungi maður, hann svolítið yngri eins og sjáu, hann vantar gráa hárinn og gráa skeggi, en þú ætlar að láta niðurdýfast. Já, ég ætla það. Hvers vegna það? Út af því að ég vil skuldbinda huga, vilja og tilfinningar mínar og þetta mitt tákn til Guð að ég vil leggja mitt gamla líf, hegðun og hugsunarhátt burt og hefja nýtt líf með Guði. Þetta svona þessi sáning að við tökum þetta gamla í burtu og setjum nýtt inn, þannig að þú fær góða uppskjöru væntanlega. Já, ég býst við því sko. En vitið þið af hverju við erum að leggja áherslu á að við niðurdýfum? Komið með mér í Rómarbréfi 6 áður ég slepp honum upp, þið heyri hvað hann vill gera. Það svo sterkur vitnisburður sem kemur fram í því að Páll postuli segir við okkur að 7. kapitúli við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þannig að við erum samtengt honum í dauða Krists og í upprisu hans. Og þess vegna erum við ekki að skilja þig eftir í lauginni, við lyftum þér upp. Af því við eigum hlutdeild í dauða hans og upprisu. Svoleiðis að því sem að látið niðurdýfast og eigið eftir að niðurdýfast, þið verð ekki eftir skil þarna niðri. Við ætlum að fá ykkur öll upp. Og nú megið þið þess vegna koma ykkur í fötin og fara upp. Kitti, þú eltir hann? Já, það sitt hvorum megin. Áður að þeir koma aftur niður. Eitthvað hérna inni sem með vitnisburð sem þú vilt segja frá? Það tækifæri núna. Við erum bara hér saman í Jesú nafni. Ég hef svo gaman að því núna fyrir samkomuna að bróður okkar hérna í Kristi, hann reyndar frá Brasilíu. Vitið þið hvenær hann var ríkastur á sinni lífsleið? Þá bjó hann í Vestmannaeyjum, komdu. Og hann var á bát með binna í gröf sem hét og heitir Gullborg. Og hvað gerðist þá þegar þú varst borðið Gullborg? Þú fékkst svo mikið laun. Ég trú ekki. Ég bara trú ekki. Ég aldrei sé svona mikið laun í mínu ævi. Ég kemur frá fátæka land og komum til Ísland. Ég segi í dag fyrir hverju Íslandingur. Hætta væla, hætta tuða, hætta kvarta. Þið eru allir fætt á silfurfata. Ég veit að Íslandingur hefur margt. Þeir fara út, peninga fullt af euro, tjama, hafa góða stundun, men þeir fara aldrei þar. Hvernig ég var lítið var aldrei nóg. Þó við voru eins og hundur passa matinn og engin ná í neitt. Svo þetta var my experience í Vestmannaeyja. Ég var að byrja að gráta eftir. Ég á ekki skilur þetta. Þetta seinni parti mitt tíma eftir 47 ár var ég hérna. Fyrir nokkru ár ég tók á móti Jesús Kristus. Þetta var, þeim laun var ekki skapað hluti. Hann allt saman. En vitið þið, þeir sem voru með binna í gröf á sjó, þetta voru mjög harður og góðu sjómenn. Þeir byrjuðu ekkert endilega þannig, en þeir urðu að vera þannig. Og þannig var Brasilíumaðurinn settur í Brasilíum borðið Gullborgu og þú fyrst góð laun og þess að hann lítur vel út og ennþá á Íslandi. Þú Brasilíubúinn samt Íslandingur? Á blaði, já. Á blaði, já. Á blaði. Samt ég svo hamingju hérna á Íslandi. Ég bara, Drottinn búinn að vera svo frábær við mig og fjölskyldunum mína. Hvenær frelsaðist þú? Ég, 1988, ég tók á móti Jesús Kristus. Hann
tók mig frá djúp. Ég var í dýp mjöðu. Eitulíf, alkohol, prostitution. Ég var búið. Hann tók mig, lyfta mig eins og þú bara segir, ekki láta skila niður, lyfta. Drottinn gerði minn líf, lyfta mig. Ég svo hamingju. Kannist þið við þetta? Er ekki bara eins og við? Takk fyrir Drottinn, svo núna ég frábær kirkja með frábær fólk. Á ég að býða einhvað meira? Ég þarf ekki neitt. Ég þarf ekki neitt. Við þurftum á þér að halda, þú veist það. Takk að kæra. Takk fyrir. Sískinni, þetta er bara að gera svona meðal okkar. Við sjáum þetta bara hægt og rólega og tökum all eftir þessu. Svo bara líða árin og allt í einu er þetta bara nýr maður. Hann kemur hérna inn. Ég sá hann aldrei í Vestmannaeyjum. Ég var í Vestmannaeyjum þegar hann var á Gullborgu. Hann var alltaf á sjó. Og svo sagði hann við mig hérna í upphafi samkomunnar, er það rétt að Gullborgin er báturinn sem er í Reykjavík? Hann er til sýnis í Reykjavík, þarna í Naustin einhvers staðar þar. Já, þetta er sami báturinn. Hann var þar sem gerði það ríkan og Drottinn blessi þig áfram. Amen. Kitty, ertu að bíða eftir aðalmanninum? Já, þú mátt bara... Sískinni, standu upp, við skulum koma hérna að og við þurfum ekki endilega, ef þið viljið fylgjast vel með. Já, það er sjálfur sleppibúnaður. Þóra minn, má ég taka úr sambandi gítarinn? Gjörðu svo vel, Kitty minn. Takk fyrir Drottinn að þú ert hér. Takk fyrir Faðir Guð að þú ert vottur núna að þessari athöfn, þínir englar og þess vegna segi ég við þig, já, ég samkvæmt þinni trú, samkvæmt þinni eigin sannfæringu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og hins heilaga anda. Amen. Íssi Guði fyrir frelsi sannan. Við ljúkum þessari samverustund svona og svo ættum við að fá að fara upp í kaffi og eiga samfélag og lofa Drottinn saman fyrir það hvað við eigum í hvoru öðru. Í Jesú nafni. Enda þetta með bæn. Drottinn, þakka þér fyrir verndin og varðveislu. Vitnisburður þinn, Drottinn minn. Kraftinn elskaði Herra. Og það við mögum vera lifandi í þér og gefa þér dýrðina. Þú blessar orðið sem okkur var gefin, hjálpar okkur til þess að taka mark á því og að tung okkar verði til að vexa með því, lofa þig og prísa. Í Jesú nafni, þá segir söfnuðurinn Amen. Amen.